Fangi í geðrofi var hafður í einangrun mánuðum saman og fékk ekki nauðsynlega læknisaðstoð fyrr en hann hafði ráðist á fangaverði. Þetta segja fangaverðir og systir mannsins. Palestínumenn á Gaza hafa mist allt nema vonina frið, segir talsmaður UNICEF. Friðarviðræðum var haldið áfram í dag. Hamas-samtökin óttast að Ísraelar standi ekki við skilmála friðarsamkomulags. Að bera klæða á vopnin í bili sé það vart annað en einn skyndiplásturinn á þetta stóra og illkynja sár. Friður náist ekki nema hægt verði að uppræta sjálft grundvallar meinið. Lyfjaeftirlit Bandaríkjanna hefur samþykkt augndropa sem vinna gegn ellifjarsýni. Augnlæknir segir ýmislegt óljóst virkni þeirra ennþá, en þeir geti mögulega verið valkosti fyrir þá sem ekki vilja nota gleraugu eða fara í aðgerð. Útsýnispallur fullgerður í fjallinu Bjólfi ofan Seyðisfjarðar og ferðamenn sem þangað koma eru stórhrifnir. Vegurinn svo lélegur að hætt var við að hafa bílastæði við pallinn og þarf því að ganga síðasta spölinn. Komið sæl. Systir geðsjúks fanga sem réðst á fangavörð á Hólmsheiði segir að það sé ömurlegt að þurfta við árásina þegar tekið yrði mark á veikindum bróður hennar. Fangaverðir og aðstandendur fanga gagnrýna ríkið fyrir að veita veikum föngum ekki geðheilbrigðisþjónustu. Þetta strákur sem þarf mikla hjálp, andlega hjálp. Þórir Guðlaugsson fangavörður hlaut alvarlega áverka þegar fangi réðst á hann og samstarfsmann hans í fangelsinu á Hólmsheiði í ársbyrjun 2022. Ég kom bara skríðandi af gólfinu með einstaklinginn yfir mér og lét höggin dynja á höfði mínu og búk. Allt annað, ég man ekkert eftir árásinu sjálfri, en það sem ég segi á myndböndum frekar óhugnalegt og situr í manni. Fanginn var þegar þetta gerðist að ljúka afplánun á 1 árs dómi. Obban af þeim tíma sat hann í einangrun þar sem fangaverðir töldu sig ekki geta brugðist öðruvísi við alvarlegu og ört versnandi geðrofsástandi mannsins sem hafði verið neitað sjúkrahúsvist. Við þeirri beiðni var ekki brugðist fyrr en eftir árásina. Það ömurlegt að þetta hefði þurft að gerast til þess að þeir tekið mark á því sem hefur voru búin að tala í mörg ár hversu veikur hann var orðinn. Í Kveik í kvöld verður fjallað mál geðsjúkra fanga sem hafa verið og eru vistaðir jafnvel svo mánuðum skiptir í einangrun. Þar meðal annars rætt við móður ungra konu sem situr í fangelsinu á Hólmsheiði. Sendinefndir Ísrael og Hamas héldu viðræðum frið á Gaza áfram í dag og fundir standa enn. Jákvæður tónn var í sendinefndum eftir fundi gærdagsins. En talsmenn Hamas-samtakanna sögðu nú rétt fyrir fréttir að þeir vildu að Trump Bandaríkjaforseti og þau ríki sem hefðu milligöngu viðræður ábyrgist að bundin verði endir á átök. Aðalsamningamaður Hamas segist þessa kröfu setta fram því óttast sé að Ísraelar standi ekki við gefin loforð. 2 ár eru í dag síðan Hamas gerði árás á Ísrael, þar sem 1200 voru drepin og 251 tekin í gíslingu. Hamas enn með 48 gísla í haldi og talið að 20 þeirra séu enn á lífi. Fólk kom saman víða í Ísrael í dag og minntist tímamótanna og ástvina sem voru drepnir, meðal annars þar sem Nóa tónlistarhátíðin stóð yfir þegar Hamas lét til skara skríða og drap yfir 370 manns. להיות ספציפית פה זה לא משהו מרגש יותר מדי עבורי, כי כשאתה חי את זה כל יום זה עולה לך במחשבות, לפחות פעם אחת, ועצם העובדה שאנחנו פה ספציפית, כן קצת מערערת, אולי טיפה יותר, אבל לא באופן משמעותי. Eftir 7. október 2023 hóf Ísraelsher linnulausar árásir á Gaza sem margir lýsa sem þjóðarmorði. Á þessum 2 árum hefur Ísraelsher skemmt eða eyðilagt 80% allra bygginga á Gaza. Yfir 98% af ræktarlandi óaðgengilegt eða skemmt. Börn hafa ekki getað gengið í skóla síðustu 2 ár. 92% allra skóla hafa verið skemmtir eða jafnaðir við jörðu. Ísraelsher hefur drepið 67.160 manns
og sært yfir 169.000 manns. Aflífa hefur þurft 5.000 manns vegna áverka eftir árásir. Talsmaður UNICEF á Gaza sagði í viðtali við Fréttastofu í dag að fólk þar væri orðið örmagna á líkama og sál. Everyone, having not just lost a family member, quite possibly watched a family member die for 2 years. Imagine that on a 7-year-old or a 12-year-old. So it's this collision on their bodies of immense physical hardship, deprivation of water, deprivation of food, and psychological trauma of these ongoing, relentless, indiscriminate attacks. 2 milljónir manna búa á Gaza og nær allir hafa hrakist á flótta, sumir oft. Eftir linnulausar árásir Ísraelshers í 2 ár nær allt landsvæðið rústir einar. Elder segir Palestínumenn á Gaza halda fast í þá von að friður komist á. They have hope. I mean, this is a population that has one of the highest literacy rates in the world. So people were living also, doctors, lawyers, psychiatrists, nurses, engineers, computer scientists, living in homes, holiday homes, apartments. They've lost everything. Fólk hafi mist heimili sín og hafi ekkert að gefa börnum sínum að borða. Parents have lost the ability to keep their children safe, and they've had dignity taken away as well. The only thing they've got left is hope, the only thing. So yes, they're very savvy to international relations. They've watched time and again the charade of ceasefire talks. But yeah, of course they've got hope. Á sama tíma og athygli umheimsins beinist mjög að ástandinu á Gaza hefur landtaka Ísraelsmanna á Vesturbakkanum færst töluvert í aukana. Utanríkisráðherrar 25 ríkja, þeirra á meðal Íslands, hafa fordæmt þessar nýju landtökubyggðir á landsvæðum Palestínumanna. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, á Vesturbakkanum. Saran og fjölskylda hans eru nú umkringd nýjum byggðum Ísraelsmanna á 3 vegu og sambúðin ekki friðsæl. الأولاد عندهم حديد، أنا عندي خشب. الأولاد بيضطروا يصلحوا، أنا بقدر أصلح لأن أي واحد كل شيء لقيت هذا بيكسر. Íbúarnir hér óttast þessa óvelkomnu nágranna sína ekki að ástæðulausu. Nýju landnemarnir mæta öllu andófi af hörku með aðstoð Ísraelshers eins og veggmynd af unglingspilti sem féll hér fyrir byssukúlu ber vitni. Reglulega lokað fyrir vatn og rafmagn og vegatálmar settur upp sem hindra för bæjarbúa og gera daglegt líf þeirra óbærilegt. Varðturn og múr gefa til kynna við nálgumst hér eina af landtökubyggðum Ísraelsmanna. Skilríki okkar eru grandskoðuð áður en okkur hleypt lengra. Ariel Asef, gyðingur frá Frakklandi og einn íbúinn í þessum 1800 manna bæ sýnir okkur hvernig þau eru við öllu búin með nægða vatn í vesturninum og matarbirgðum. Chaque village doit avoir une autonomie qui est calculée par l'armée. L'épicerie du village, l'armée lui impose d'avoir tant et tant de kilos de riz, de sucre en réserve en cas de crise si la route est bloquée. Samkvæmt honum friðsæl sambúð, ekki annað en tálsýn. Le 7 octobre, dans cette région-là, il était salutaire. L'armée s'est réveillée et elle fait plus attention à ce qui se passe. Encore mardi, ils ont trouvé 15 roquettes dans le village juste en face. Des roquettes déjà armées, prêtes à être tirées. Og þar sem sambúðin hafi ekki tekist sér skilnaður, eina úrræðið. La solution, elle est les Juifs en Israël, les Arabes en Arabie. Les Arabes, ce sont des envahisseurs qui sont venus d'Arabie. S'ils ont besoin d'un territoire autonome qu'ils veulent gérer eux-mêmes, il y a un État palestinien, il existe en Jordanie. Í palestínska þorpinu skammt frá bændum nú meinaður aðgangur af ögrunum sem þeir ræktuðu. فمن 7 أكتوبر تعطل عن الشغل بسبب أن أرضنا حوصرت. هذه هي المستوطنة، نعم. إلي 2 ما عبرت أرضي إلا من بعيد هان. اللي أخذوه من فلسطين بعد 7 أكتوبر أكثر من اللي أخذوه في 40 سنة. هاي المزرعة كانت مصدر حياتي وحياة 100 واحد من عيلتنا. كنا نزرع فاصوليا، بتنجان، ملوخية، وعندنا ليمون وعندنا برتقال وفي عندنا حمضيات وفي عندنا زيت وفي عندنا زيتون وفي عندنا كنا نربي حيوانات ونعمل دواجن. كنا ما نشتري إشي من برا. Þeir sem í næstum öld hafa hér tekist á þetta land fyrir aftan mig og ég hef rætt við undanfarna dagar og vart sammálu nokkuð annað en það að þessi deila verði seint leyst með friðsamlegum hætti þótt ekki skorta á ályktanir, friðarviðræður og jafnvel samninga.
þótt núna tækist að bera klæðavopnin í bili sé það vart annað en einn skyndiplásturinn á þetta stóra og illkynja sár. Friður náist ekki nema hægt verði að uppræta sjálft grundvallar meinið. It could be either two-state solution, it could be one state, it could be confederacy. There's no lack of solutions. What we're lacking is the willingness. It's a whole cultural change from a culture of violence and militarism to a culture in which empathy and compassion takes a central place. Sem hljómar eins og hróp úr eyðimörkinni á meðan vopnin einn fá hér að tala. Maltneskt dótturfélag hins fallna Play ræra því öllum árum að fá flugvélar til leigu til þess að geta haldið starfsemi áfram. Fjármálaráðherra segir að áhrifin af falli Play á ríkisfjármálin komi betur í ljós á næstu vikum og mánuðum. Unnið er sleitulaust að því að halda Flyplay Europe Holdco, maltnesku dótturfélagi Play á lífi eftir gjaldþrot Play í lok september. Starfsemi maltneska félagsins er að sinna flugi fyrir þriðja aðila. Heimildi fréttastofu herma forsvarsmenn fyrirtækisins, hópur fjárfesta sem eru skuldabréfaeigendur í Play, sem tóku þátt í 2,8 milljarða króna skuldabréfa útgáfu Play í ágúst, vinni hörðum höndum að því að fá flugvélar að leigu til að geta haldið starfsemi félagsins áfram. Heimildamaður fréttastofu er ekki vongóður að það tækist að reka flugfélagan flugvélaværi erfitt. Fjölmargt hefur verið sagt og skrifað maltneska félagið eftir fall Play. Meðal annars að stemt sig að því að hefði þar starfsemi innan 10 vikna, en ólíklegt er að það takist. Fjármálaráðherra kynnti mat sitt á áhrifum falls Play á ríkissjóð að fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Þetta gæti hlaupið á einhverjum 100 milljóna, en það er erfitt að spá fyrir raunverulega hver þessi áhrif verða, vegna þess að við vitum ekki hver hagþróunin verður inn á næsta ár. Hvort að við munum merkja þetta eða ekki er ekki víst. Að mati fjármálaráðherra leika nokkrir þættir þarna líki hlutverk. Og þetta fer svolítið eftir í hvernig atvinnuleysistölur þróast og hversu hratt önnur flugfélög muni taka upp þann slaka sem ég gerir ráð fyrir því að Play skilji eftir sig á markaðnum. Ég held að strax eftir mánuð 2 þá munum við sjá mjög vel hvort að þetta fer verr eða betur. EES-ríkin 3, Ísland, Noregur og Liechtenstein verða undanþegin verndaraðstofunum gagnvart innflutningi á stáli til ESB-ríkjanna. Tillaga þessar ráðstafanir var lögð fram af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í dag en þarf samþykki ráðherraráðsins og Evrópuþingsins. Í fréttatilkynningu sem birt var síðdegis segir að aðgerðirnar séu til þess fallnar að vernda stáliðnaðinn í Evrópu frá neikvæðum afleiðingum þess að of mikið sé framleitt af stáli í heiminum. Þessi ákvörðun á eingöngu við stál en ákvörðun kísilmálm verður tekin í nóvember. Forseti Alþingis var brugðið og segir að það sé litið mjög alvarlegum augum að maður hafi komist í leyfisleysi inn í þinghúsið seint á laugardagskvöld og dvalið þar næturlangt. Lögregla var kölluð til á sunnudagsmorgun en maðurinn hafði ekki unnið nein skemmdarverk. Einn öryggisvörður frá Securitas var á næturvakt þessa nótt en hann vísaði manninum ekki á dyr. Sá starfsmaður Securitas hefur þegar verið leystur frá störfum samkvæmt upplýsingum forstjóra fyrirtækisins. Það varð hér mjög alvarlegur öryggisbrestur sem að við erum að vinna úr og mér var að sjálfsögðu brugðið við það að þetta gæti gerst en eins og við vitum þá eru engar öryggisráðstafanir 100% og við þurfum alltaf að vera á vaktinni og við erum að vinna úr þessu atviki í samræmi við það. Þannig að Alþingi lítur þetta alvarlegum augum? Já, við gerum það mjög og gripum strax til aðgerða og erum að vinna úr þessu þannig að þetta geti alls ekki gerst aftur. Opinber heimsókn Höllu Tómasdóttur forseta Íslands til Finnlands hófst í dag. Finnsku forsetahjónin buðu þau íslensku velkomin fyrir framan forsetahöllina í Helsinki í morgun. Fjölmenn sendinefnd fylgir forsetahjónunum, meðal annars fulltrúar hátt í 30 íslenskra fyrirtækja á sviði orkumála, hátækni og leikjaiðnaðar. Heimsókninni lýkur annað kvöld en forseti átti fundi í dag með borgarstjóranum í Helsinki, forsetaþingsins og forsætisráðherranum Petteri Orpo.
Augndropar sem draga úr ellifjarsýni eru væntanlegir á markað í Bandaríkjunum og líklega hér síðar. Augnlæknir segir þá skemmtilega viðbót við önnur úrræði fyrir allan þann hóp sem glímir við ellifjarsýni. Droparnir sem heita Viss eru framleiddir af Lens Therapeutics og þeir koma á markað síðar á árinu í Bandaríkjunum eftir að lyfjaeftirlitið þar í landi gaf grænt ljós. Með aldrinum verðum við öll fjarsýn sem þýðir að við sjáum mjög vel frá okkur, það sem er langt í burtu verður skýrt, en það sem er mjög nálægt okkur verður óskýrt. Þessum dropum er hins vegar ætlað að gera það sem er mjög nærri okkur skýrt á ný. Ólafur Már Björnsson, augnlæknir hjá Sjónlægi, segir ellifjarsýnin að koma upp úr 50 þegar augasteinninn, sem sér allt sé í fókus, hættir að virka. Þá er gripið í glerugu til dæmis til að lesa með, eða linsur eða farið í leysigeislaaðgerð til að breyta lögun hornhimnunnar og þannig auka fókusstíftina. Svo eru augnsteinaskipti þar sem fólk getur hægt að nota glerugu í fjarlægð og er núna líka hægt að beita gegn ellifjarsýni. En þetta hefur verið svolítið heilagur kaleikur hjá lyfjafyrirtækjum að reyna að finna lausn á ellifjarsýninni. Og það sem þeir gerðu var að þeir leituðu á náðir ljósmyndatækninnar. Ólafur Már nefnir sem dæmi að þegar tekin er mynd þar sem myndefnið er í mismundi fjarlægð en þarf alltaf verið í fókus, minnkar ljósmyndarinn ljósopmyndavélarinnar og breytir þannig fókusstíftinni. Þetta sama prinsip notum við okkur í auganu, að við höfum lithimnuna og ljósopið sem að mata ljósið inn í augað og ef við minnkum ljósopið með þessum hætti þá er fræðin þannig að þá ættum við að geta aukið fókusstíftina. Og þessi dropar sem að þetta bandaríska fyrirtæki er búið að setja á markað og er búið að fá leyfi FDA fyrir, gengur út á að minnka ljósopið án þess að hafa óæskilega áhrif á sjón að öðru leyti. Hann segir ýmislegt enn óljóst varðandi dropana. Samkvæmt framleiðandanum batnar sjónin þegar innan 30 mínútna og geta þau áhrif enst í alltaf 10 klukkustundir. Ólafur segir að fróðlegt verði að fylgjast með þróuninni. Er þetta eitthvað sem er að kalla byltingu eða eitthvað slíkt? Þetta er svona eitt skref, áhugavert skref í þessa átt að finna varanlega lausn. Það er búið að reyna ýmislegt, það er búið að reyna ýmsa dropa og alls konar tilfæringar á linsum og svona. Og við höfum ansi góða leiðir í dag, en þetta er vissulega skemmtileg viðbót. Og núna þegar öll þessi úrræði og kannski fleiri bjóðast, getum að vonandi hort fókuseraður til framtíðar. Sólarorka sér húsnæði umhverfis orku og loftslagsráðuneytis fyrir rafmagni. Eftir að sólarsellum var komið fyrir á þaki hússins. Áætlað er að þær framleiði árlega 20.000 kWh af rafmagni sem samsvarar árlegri rafmagnsnotkun 4 til 5 meðalheimila hér á landi. Rafmagnið sem sólarsellurnar framleiða er notað til þess að draga úr rafmagnsnotkun og rafmagnskostnaði ráðuneytisins. Þegar birtuskilyrði eru ekki nóg er rafmagn keypt eftir þörfum gegnum raforkukerfið. Ferðamenn þurfa að ganga töluverðan spöl að útsýnispallinum í fjallinu Bjólfi ofan Seyðisfjarðar. Vegurinn er svo lélegur að hætt var við að hafa bílastæði við pallinn. Útsýnispallurinn kallast Baugur Bjólfs og vísar til landnámsmannsins sem var sagður heygður í fjallinu. Smíði pallsins lauk í september og nú er verið að snyrta umhverfið í kring. Múlaþing fékk stóran styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til að búa til þennan nýja áfangastað. Það er mörg skemmtiferðaskip að koma á Seyðisfjörð og hægt að fara með þá hér upp í svona tiltölulega stuttarferðir. Mjög fallegt mannvirki sem búið að byggja hér og útsýnið hér yfir Seyðisfjörð alveg stórbrotið. En vegurinn upp í Bjólf er háskalegur á köflum, sérstaklega síðasti spölurinn. Þar er skriður að fara og jafnvel eru stykki úr veginum að hruni komin. Bílastæði átti að vera við pallinn, en Hugrún sýnir okkur flata þar sem stæðið verður í staðinn. Það er kílómetr hér að baugnum og þessi leið hérna, þessi kílómetr, þetta er náttúrulega bara mjög skemmtileg gönguleið og við sjáum nú ekki fyrir okkur að það sé hægt að gera þar örugga bílleið og alls ekki leið sem að rútur geta gert í framtíðinni. Þó að baugurinn hafi ekki verið auglýstur fyrir erlendum ferðamönnum er hann vel sýnilegur neðan úr þorpi og allt í einu birtist hópur. Why did we come up here? Because we were down at the village and we looked up to the mountain for the sunset and we saw something very bright up here and we were wondering what that would be. That's why
this morning we decided to come and see what it is. So it's quite amazing to look down here to the harbor, to the village, and the fjord also, and it's amazing actually. Og þá ætlum við að kíkja í Laugardalinn í Reykjavík þar sem einnig fallegt útsýni í haustlitunum. Og það Haukur Hólm fréttamaður. Já, Haukur, situr þú bara einn þarna í myrkrinu eða hvað? Já, á þessu fallega haustkvöldi ger ég það svona í augnablikinu og það kannski við hæfi því að nú að byrja vika einmannleikans, átak svona gegn einmannleika. En ég þarf ekki að bíða lengi því að Steinunn Ása komin hingað til mín til að spjalla. Þetta spjallbekkur þar sem fólk getur setið og ef það situr hér þá það að segja að það vilji spjalla við ykkur. Gott að hafa svona bekk? Já, nauðsynlegt, alveg lífsins nauðsynlegt. Af því að fólk getur verið einmanna hvar og hvenær sem Og við sjáum það ekki utan á því? Nei. Þú vinnur á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og þú mikið fjallað málefni fatlaðra. Er fötluðu fólki hættara við að vera einmanna? Já, því miður, það það þannig. Harpa Þorsteinsdóttir, verkefnisstjóri lýðheilsu hjá Reykjavíkurborg. Hvaða verkefni þetta? Við erum hérna komin vegna viku einmannaleikans sem verkefni sem Kvenfélagssamband Íslands stendur fyrir og þetta eru kvenfélög alls staðar af landinu sem eru að efna til viðburðar í þessari viku til þess að vekja athygli á einmannaleikanum og hvað hann getur gert samfélaginu, okkur öllum bara. Og sína tölur og rannsóknir og annað að það þörf fyrir svona átak? Já, alveg klárlega. Og þetta átak raunin að koma á ágætum tímapunkti. Við erum nýbúin að vera í svona virkni viku í Reykjavík þar sem við vorum til dæmis að kynna hvaða virkni úrræði í boði fyrir eldra fólk en með samt því þá erum við auðvitað að einblína bara á allan aldur af því við erum að horfa á viðburði í bókasöfnunum, viðburði í sundlaugunum og hvar sem og þetta rauninni kemur svolítið í kjölfarið af því þannig og kvenfélögin að hvetja til viðburða bara allt land og það hægt að skrá inn viðburði inn á vikaeinmannaleikans.is og þannig ég hvet bara fólk eindregið til þess að skoða hvað í boði og melda sig og líka bara skrá sína eigin viðburði inn á síðuna, það hægt. Mætti þið ekki alveg vera meira en vika eða með svo árlega þá? Að mínum að þetta eru bara allar svona vitundavakningar af henni góða og það verður auðvitað til þess að það svona sest svolítið inn og fer undir skinnið og fólk verður meira meðvitað og það hefur náttúrulega bara áhrif áfram út árið og þar til að vitundavakningin verður á næsta ári. Steinunn Ása, rétt í lokin, þurfum við ekki bara að hafa marga svona daga? Jú, eiginlega. Við þurfum líka að muna það að fatlað fólk á rétt á því að líða eins og þeir líður. Það satt og þessi rauði bekkur hann þýðir að ef ykkur situr á honum þá hann tilbúin í spjall, þannig að ekki hika við að setjast. Takk fyrir það í Laugardalnum Haukur Hólm og Ása og Harpa. En í Kastljósi í kvöld þá verður litið við á bænum Kirkjuhóli í Skagafirði þar sem riðuveiki greindist í síðustu vikum. Einnig verður rætt við Magnús Þorkel Bernhardsson, prófessor í sögu Mið-Austurlanda vopnahlésviðræður Ísraels og Hamas. Og það verður fjallað sýninguna Sagan af dátanum sem sýnd verður á Akureyri. En þá komið að veðri. Það verður sunnan og suðvestan 8 til 15 og rigning í fyrramálið en snýst í vestan 13 til 23 metra á sekúndu með skúrum undir hádegi. Hvassast verður syðst. Gul viðvörun tekur gildi eftir hádegi á morgun á sunnan- og vestanverðurlandinu en þar spáð vestanhvassviðri eða stormi. En það verður lengst af þurrt á norðausturlandi en skúrir þar seinnipartinn og él til fjalla. Hiti verður á bilinu 5 til 13 stig að deginum en hlýjast fyrir austan. En það verður nánar fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Við heyrum hljóðið í landsliðsmönnum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem búa sig undir 2 leiki í undankeppni HM komandi helgi. Aron Rafn Eðvarsson reyndist hetja Hauka í einum ótrúlegasta bikarleik sögunar í gærkvöld. Og Lovísa Thompson snýr aftur í kvennalandsliðið í handbolta. Þetta í íþróttum hér eftir andartak. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma.
Fangi í geðrofi var hafður í einangrum mánuðum saman og fékk ekki nauðsynlega læknisaðstoð fyrir hann hafði ráðist á fangaverði. Þetta segja fangaverðir og systir mannsins. Palestínumenn á Gaza hafa mist allt nema vonina frið, segir talsmaður UNICEF. Friðarviðræðum Ísraela og Hamas var haldið áfram í dag. Ekkert gefið út hvernig þær ganga. Núna tækist að bera klæðavopnin í bili sé það vart annað en einn skyndiplásturinn á þetta stóra og illkynja sár. Friður náist ekki nema hægt verði að uppræta sjálft grundvallar meinið. Lyfjaeftirlit Bandaríkjanna hefur samþykkt augndropa sem vinna gegn ellifjarsýni. Augnlæknir segir ýmislegt óljóst virkni þeirra ennþá, en þeir geti mögulega verið valkostur fyrir þá sem ekki vilja nota gleraugu eða fara í aðgerð. Útsýnispallur fullgerður í fjallinu Bjólfi ofan Seyðisfjarðar og ferðamenn sem þangað koma eru stórhrifnir. Vegurinn svo lélegur að hætt var við að hafa bílastæði við pallinn og þarf því að ganga síðasta spölinn. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo minnum við á að Kveik sem hefst klukkan 20:15. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur, ómissandi fréttaskýringaþáttur með fjölbreyttar áherslur. Ljóðaland, Eva María Jónsdóttir og Pétur Blöndal fara í rannsóknarleiðangur og draga fram þræði ljóðsins í íslensku samfélagi. Ráða krakkar í yngstu bekkjum grunnskóla við að læra ljóð utanbókar og hvernig lifir arfleiðin í ljóðum frá landnámi. Réttarhöldin, Show Trial, breskt lögfræðidrama dóttur Auðugs athafnamanns sem handtekinn.